skoðað hvort það séu einu eða tveimur borðum? Ég ekki búinn að tala þetta. Nei. Hérna. Það lifandi míkrofótið. Hefur umhverfisstjórn. Þannig að reynsla þjóð til Kjartansskóla. Og þá erum við mætt. Það er það leiksýsla. Þessi míkrofótið hefur þetta umhverfisstjórn. Já, það er þetta Já, blessuð og sæl, verið velkomin í beina útsendingu hér í Íþróttahúsi Hagaskóla af úrslitaleikum Íslandsmeistaratitilinn í fyrstu deild kvenna. Hér í dag munu keppa lið KR og Víkings og mættar til leiks eru Nevena Tasic og Stella Karin Kristjánsdóttir fyrir Víking, ríkjandi meistarar, og Aldís Rún Lárusdóttir og Guðrún G. Björnsdóttir fyrir KR. Þjálfarar með þeim á bekknum eru Norbert Betu sem var að keppa með liði KR í karlaúrslitunum í gær og Ársæll Aðalsteinsson þjálfari Víkinga. Og við hér í settinu ég er aftur frá því í gær, Auður Tinna Aðalbjarnardóttir, formaður Borðtennissambands Íslands og fyrrum keppandi í þessari deild með KR til margra ára. Og hver er hérna með mér? Björn Kári Sigurðsson. Já, Björn Kári, þú ert ungur borðtennismaður en þú hefur líka tengingu við eitthvað sem er að keppa. Hvernig er það? Já, Aldís Rún er mamma mín. Já. Þannig að þú ert að fara að horfa á mömmu þín að keppa. Já. Þannig að það er kannski ekki alveg hlutlaust þegar við erum að lýsa. En hvað ertu búin að æfa borðtennis lengi? Eitt árið eitthvað, ég æfa ekki lengur. Ok. En þú varst prófaðir bæði hjá KR og IBH, ekki satt? Jú. Og ertu að æfa eitthvað annað núna? Ég er núna að æfa badminton. Aha, hjá hvaða félagi? TBR. Mörg félag hjá þér. En hefurðu komið ofta að horfa á mömmu þína að keppa á svona mótum? Já. Ok, og hvernig líst þér á hana í dag? Hún er bara mjög góð. Já, ég er sammála því. Núna eru leikmennir að stilla upp í hvernig þessu mun raðast. Þetta verða 2 innliðaleikir, 1 tvíliðaleikur og 2 innliðaleikir, þannig að báðir leikmennir eru að fara að spila hver við aðra í innliðaleiknum fyrir og eftir tvíliðaleik. Og kerfið er þannig að ef þær vildu þá gætu þær verið með allt aðra leikmenn að mæta til þess að keppa í tvíliðaleik, en þær kjósa að vera 2 á móti 2 í dag, þannig að hver leikmaður eru að fara að spila 3 leiki. Og það verður þannig að Víkingar eru heimalið út af því að þær unnu deildina í vetur. Það voru sem sagt 2 viðureignir og Víkingar unnu þær báðar, en seinni viðureignin var
nokkuð jöfn. Það var svolítið spennandi. Guðrún sem er hér eiginlega að koma aftur á borðtennisvöllin eftir langa fjarveru, hún stóð svolítið í stellu og tvíliðaleikurinn var líka jafn, þannig að það verður spennandi að sjá hvað þær gera í dag. En hún Nefina, hún er Íslandsmeistari kvenna og það hefur engin kona á Íslandi náð að vinna hana hingað til fyrr en í vetur þegar að Sól Mixa úr BH náði að vinna hana, sem að var reyndar í kalladeildinni þar sem Sól var að spila fyrir BHB í fyrstu deild kalla og mætti Nefinu sem var að spila með Víkingsköllunum þar voru að veita köllunum liðstyrk og þar náði Sól vist að vinna Nefinu 2 svar. Þannig að það er spurning hvort að bætist fleiri í hópinn í dag, en líkurnar eru kannski með okkar sterkustu konu sem að er ríkjandi Íslandsmeistari. Og það er gaman að segja frá því að Víkingar getur verið að vinna þetta 5. árið í röð ef það er taka þetta núna. KR vann þetta nokkur ára undan því. En í fyrra þá voru úrslitin spiluð örlítið fyrr. Víkingar og KR sömdu það sem að Nefina var kasólétt, en dótturinnar á einmitt fyrsta afmæli sitt á morgun. Þannig að þið getið ímyndað ykkur hvernig það var hjá henni í febrúar í fyrra, en samt náði hún að vinna allir sína leiki. Það var merkilegt hjá henni, sko. En ok, þær ætla að spila á 2 borðum og Pétur Gunnarsson er mættur til þess að dæma öðrum megin og Hannes Guðrúnsson er yfirdómari eins og í gær. Skjáskot séum þessa útsendingu með okkur og Finnur er að taka myndir. Jæja Björn, Stella er greinilega að fara að keppa á móti Aldísi. Já. Var hún búin að segja eitthvað hvernig henni litist á að keppa við þessar tvær? Nei, hún var bara ekkert búin að tala það neitt. Ok, en hefur þú séð Stellu og Nefinu keppa nýlega? Ég sá Nefinu keppa einu sinni fyrir mánuði eitthvað. Var það á Íslandsmótinu? Ég held að já. Ég Hafnarfirði. Já. Hvernig fannst þér hún? Hún er alveg mjög góð. Já, hún sló Aldísi út í undanúrslitum Já. og keppti síðan á móti Sól í úrslitum. Og Nefina, hún er 32 á árinu og ólst upp í Serbíu, flutti til Íslands á fullorðinsaldri og býr hérna með konu sinni og talar mjög góð íslensku og er frábær viðbót við íslenska borðtennisflóru. Finnst þér tekur þú eftir einhverjum sérstökum mun þegar þú horfir á konur keppa í borðtennis og kalla? Ég horfi eiginlega bara á mömmu mína keppa, ég horfi ekkert oft á aðra. En hverju tekur þú svona sérstaklega eftir þegar hún er að spila? Veit ekki. Ég myndi segja að Aldís sé með mjög sterk fórhandalúp og geti gert mjög föst högg. Hún er kröftug og vill gjarnan fara í langt spil og fá langar sendingar. Vill klára með því að senda 1, 2, 3 lúpbolta með fórhand helst. Hún getur gert það mjög vel. Skellur stundum í gólfinu þegar hún stígur niður af krafti þegar hún lúpar þetta yfir. Og Nefina líka með mjög sterka fórhönd. Hún hreyfir sig mikið borðið til þess að taka fórhöndina frá bakhönd og vill helst taka fórhönd allstaðar. En Stella og Guðrún myndi ég segja að vilji blanda þessu mikið. Stella var hér að keppa í gær í úrslitum 3. deildar kalla og liðið hennar Víkingur C vann þá viðurinn, komist upp í 2. deildina, flott hjá þeim. Við viljum taka rétt pásu núna. Skúli Gunnarsson mættur að dæma, þetta er alveg að byrja.
Og við erum komið tilbaka, Nefina er að hefja leikinn. Og byrjar þetta sterkt, hún gefur uppgjöf sem Guðrún en nær ekki að senda yfir. Og Aldís og Stella eru líka farnar af stað. Aldís er komin í 2-0 og Nefina er sömuleiðis í 2-0. Guðrún og Nefina byrja að nota undirsvöngin mikið. Guðrún gaf undirsvöngis uppgjöf þarna og þær potuðu nokkra bolta en Nefina klúrar þarna uppgjöfinni en það munur minkar. Það er spila bakvönd og það virðist henta Guðrún ágætlega. Þarna láta þær hvora aðra skipta á milli bakvendar og forendar hratt hjá Nefinu og Guðrúnu til þess að sé meiri líkur að mistök séu gerð. Og Guðrún er að græða á því að ná að senda svolítið hraðar sendingar. Það er jafnt hjá þeim, 5-5. En Aldís leiðir á hinum vellinum. Mjög gott smass hjá Nefinu. Þetta lítur á að heyrst bara alltaf í útsendinguna. Nefina bakkaði og leiði Guðrúnu að smassa. En tókst það. Nefina potar betur en Guðrún þarna. Nær hins vegar ekki forendinni frá bakvönd. Og Aldís virðist alveg vera með þessa fyrstu lótu á móti Stellu. Bara allt að ganga upp hjá henni. 10-4 staðan. Og 11-4 orða. Nefina kemur með flotta forhand. Mjög gott lúp. Þungt og fast. Og nú eru Nefina og Stella báðar að ráðfæra sig við Ársæl þjálfara. Og Guðrún er að tala við Norbert en Aldís virðist bara pollróleg og stendur hérna að hugsa sjálf. Það er sem sagt þannig að þegar þessir liðsmenn kepptu síðast þá fyrirleikurinn. Þá teldi KR fram aðeins öðrum leikmennum í fyrri viðureigninni þar sem að Ársól Klara sem lærir og æfir í Svíþjóð spilaði og Kristjana Áslaug Káradóttur en Aldís kom reyndar inn í tvíliðaleikinn. En nú í seinni viðureigninni í janúar þá voru það Aldís og Guðrún sem voru að keppa móti
Nefinu og Stellu. Þá í þeim leikjum sem við erum að horfa á núna vann Nefina Guðrúnu 3-0 sannfærandi en Aldís vann Stellu 3-1. Þannig að byrjunin á leikjunum er nú svona ágætlega í takt við það. Aldís reynir og Hraða bakhönd. Og Nefina dreifir boltanum á Guðrúnu sem hann nær ekki að bregðast nógu hratt við með forundinni. Aldís fagnar glatt og Nefina staðsetur frábæran bolta yst í bakhöndina á Guðrúnu sem að teygði sig en átti ekki möguleika í þetta. Nefina hitti ekki alveg nógu vel með bakhöndinni fyrir netið framhjá. Stella er hins vegar farin að sækja í sig veðrið, hún leiðir á hinu bolinu. 7-6 er staðan þar. Nálægt hjá Guðrúnu. Hún sótti og Nefina varðist af öryggi. Og Nefina virðist svolítið spila inn á það að setja bara kúluna nógu oft á borðið þegar hún að verjast og vonast til þess að andstæðingurinn þetta var hún svolítið ógíslegt. Já. Erst þú vanur að segja sorry ef að þú gerir svona stig? Stundum. Já, það er ekki skylda. Ef ég er að vinna. Einmitt. Það er pínu öðruvísi. Meistaralega gert hjá Nefinu. Guðrún smassaði þarna einn en hún blokkaði bara af öryggi yfir í bakhöndina. Og það er búið að gera svolítið oft í þessum leik. Leyfir Guðrúnu að sækja. Hún bara treystir á hún sér nógu góð að verjast. Og jafnvel byrjar að sækja á móti. Og vinnur bara stigin samt. Spennandi. 10-10 á hinu borðinu. Hvað gerist núna? Og báðar eru búnar. Aldís náði að landa þessu og Nefina tók 11-7 nokkuð örugt. Sástu hvað gerist þarna? Það sem að hún fór eitthvað að afsaka sig og ég skildi ekki alveg. Ég held að vera út hún smassaði boltanum eftir hún fékk stigið. Já, það leit svona svolítið út eins og einhver hefði miskilið þetta sem svona reiðismass. En ég held hún að vera að segja að það ekki verið svoleiðis. Dómarar þurfa nefnilega að spjalda ef það er einhver óíþróttamannsleg hegðun eða svoleiðis sem á sér stað. Nú er það Guðrún sem er þjálfaralaus. Hún situr og hugsa sinn gang á meðan Norby er að hvetja Aldísi. Og nú talar hann við Guðrúnu. Sko, venjulega eru KR-ingar svartir og hvítir. Hvernig ertu að fíla svartan og bleikan? Sko, með bólurinn alveg flottir, með stupur svona smá spes. Sko, já, ég er ekki viss um að þetta séu bortinistupusur, en ég verð að gefa þeim það að litasamsetningin er að virka mjög vel.
Það er sko, ermarnar og stuppusnar eru algjörlega í stíl. Sko Aldís, hún er með grænt gummi en ég átti spaða með bleiku gummi. Það væri náttúrulega mjög gott ef hún væri með bleikagummið núna sko. Já. Nei, ég átti blátt gummi. Já, það er í góðum BH-stíl. Það er allavega bleikt gummi til. Já, þetta var skemmtilega breyting hjá Alþjóðaborðtennissambandinu að leyfa aðra liti en rauðan. En það getur verið erfiðari fyrir þá sem eru að... Aldís kemur með mjög gott smass. Já, neglusmass þarna. Getur verið erfitt fyrir þá sem eru að kaupa inn að reyna að passa að eiga liti fyrir alla, sko. Get ímyndað með það. Nefina byrjar yfir eins og síðustu lótur. Og Guðrún sækir með forhönd. 2 ganga, 3 ekki. Þetta eru örugglega svolítið oft. Falleg forhönd hjá nefinu. Beygir sig niður og ekki svona neglir hann fram. Bakhandar pótsin fyrir netið á Guðrúnu. Nefanna virðist með pálmann í höndunum. Hún er 6-2 yfir. Þarna er hún aðeins að fljóta á sér. Smassar fast í netið. Stella leiðir hinum með 7-4. Nefina smassar aftur. Ekki á borðið. Áhorfendur klappa fyrir fallegu stigi. Fínn áhorfendahópur uppi. Og Nefana getur sigrað leikinn núna. Hún er komin í 10-6. Þetta hefur verið bara mikið reynsla og mikið öryggi í þessari viðureign hennar. Og hún sendir yfirsnúningsuppgjöf sem Guðrún smassar framhjá. Það er gefa hvor annarri. Og dómara 5 eftir leikinn. Prúðmannlega. Þá færum við athyglinna þess að hinu borðinu. Stella verðist í stöðu til þess að taka þessa lótu. En Aldís sækir þetta á móti sókn. Setur mjög utarlega í bakhöndina sem að svínvirkar. Stella getur nú tekið lótuna 10-8. Spennan magnast. Og hún jafnar. Undirsnúningsuppgjöf. Stella flippar hann á borðið og Aldís nær ekki að slá fast á móti því.
11-11 aftur í átt. Hvað gerði það núna? Aldís sendur langa uppgjöf til þess að reyna að fá hann langan tilbaka og ná að byrja þetta á að sækja. En hún setur hann í netið og Stella getur tekið lútuna. Oj, þessi fór valla í brúnina. Stella sendi snúningslausa uppgjöf til þess að reyna að komast inn sjálf og gerði það, en Aldís náði að verja hann á borðið en hann lag í brúnina. 12-12 staðan. Já, og Stella hreyfir Aldísi vel þarna. Hún var utanlega í bakhönd og náði ekki að fara þarna yst í fórhundina. Stella er að staðsetja af skynsemi. Og heldur því áfram. Hún þurfti ekkert að sækja. Hún þurfti bara að staðsetja kúluna vel og Aldís klikkaði þarna aðeins svo mikið í síðustu boltanum. Þannig að eins og þegar mættu síðast í deildinni, þá er Aldís í 2-1 stöðu. Ef Stella vinnur eru KR-konur komnar í mjög þrönga stöðu þar sem að það þarf bara 3 leiki til að vinna og Nefina er líklega til að taka sinn seinni einlega leik, en ef Aldís vinnur þá er það áfram mjög spennandi. Og hún talar við Norbert, fær sér íþróttadrykk og vatn. Og maður sér það að þjálfararnir eru þarna að ræða mjög mikla tækni. Stundum eru þjálfarar bara hvetja leikmenn og hugga og reyna að koma hausnum á réttan stað, skapa rétt hugafar, en nú er verið að ræða hvert á að setja boltana, hvernig högg er best að gera, hvað maður á ekki að gera. Og maður sér að þau eru sammála um það. Nú er eflaust að koma mínútan. Já, tími kalla dómarinn. Og lóta 4 hefst. Aldís potar langan í forundir á Stellu sem hann nær ekki að lúpa yfir. Net í þessari aukjöf við endurtökum. Þarna gekk kúlan mjög hratt. Góð uppgjöf hjá Aldísi. Stella náði ekki að teygja sig fram 17 fórhaldabolta. En þarna svarar hún aldeilis fyrir sig. Vá, hvað það var góð fórhund. Þrykkir honum á ská. Já, Stella og Aldís hafa spilað mikið fyrir landsliðið undanfarin ár. Og Stella varð Íslandsmeistari 2018. En síðan þá hafa Agnes Brynjarsdóttir og Nefina Tasic átt titlana. Nefina núna 3 ár í röð frá því hún mátti byrja að keppa. Af því að maður þarf að eiga lögheimili á Íslandi í 3 ár eftir flutning áður maður má byrja að keppa á Íslandsmótinu og áður voru það raunar mun lengri dvöl sem að gildi. Það er ekki svo mörg ár síðan þessu var breytt. Aldís á uppgjöf, staðan 6-4. Og
Stella, verstu vel. Nógu vel til að taka stigið. En nær ekki forandaflippinu þetta. Og leikmenn þurrkar sér með handklæði og 6 stiga fresti. Aldís nýti það. Hú. Þarna sýndi það sig hvað er gott að geta haldið sér upp í borðið. Leikmenn hafa mun betri stjórn þegar þau eru ekki að hleypa eins langar vel undir aftarlega. En þær skiptast á að vinna stigin og Aldís er með 2 stiga fórustu. Og eykur það í 3 með góður aukjöf. Ársæll tekur leiklega. Ég held að þetta sé gálegur tími til að taka leiklega hjá Stellu. Getur verið mikil pressa þegar að maður er 3 stigum undir og þarf nauðsynlega að vinna lótuna til að geta haldið áfram. Ég hélt að Stella væri með þetta stig. Svo var ekki. Aldís biðst afsökunar á að hafa unnið þetta síðasta. 3-1, eins og síðast höfum í deildinni. Og staðan jöfn milli liða, 1-1. Þá komum við að tvílaleiknum og við tökum stutta pásu fram á honum.
Og við erum komin aftur. Staðan er 1-1 milli KR og Víkings og nú ætla stelpurnar að spila tvíliðaleik. Þessi tvíliðaleikur er lykilleikur í því hvort liðið er að fara með sigur og hólmi í dag. Ég ætla að fullyrða það að ef KR vill eiga séns þá þurfa þeir að vinna þennan tvíliðaleik. Guðrún og Aldís hafa mikla reynslu saman í tvíliðaleiknum og hafa orðið Íslandsmeistarar alveg nokkur sinnum, en Nefna og Stella voru hins vegar Íslandsmeistarar saman í fyrra, þannig að bæði liðin eru með Íslandsmeistaratitla saman undir beltinu. Það er lengra síðan Guðrún og Aldís unnu saman út af því að nú hefur verið svolítið pása þar sem að Guðrún bjó í Skotlandi og lærði sérnám í bráðalækningum þar. Það er hægt að sjá það inni á Íslandsmeistaratalinu á heimasíðu BTI að það var 2016 sem að Aldís og Guðrún unnu þetta saman. En ég hef unnið hann til tvisvar með Aldísi, það var mjög skemmtilegt, 2018 og 2019. Og þær leggja af stað. Í tvíliðaleik er, eins og við töluðum í útsendingunni í gær, stuttaspilið jafnvel enn mikilvægara heldur en í einliðaleiknum. Þar sem leikmenn eiga erfitt með að hreyfa sig allt borðið og það er mjög gott að geta blanda stuttu og löngu spili til þess að leikmennir tveir séu ekki viðbúnir, andstæðingarnir tveir. Tvö eitt fyrir Víkinga. Guðrún opnar þarna með fínu fórnandi lúpi og Aldís hefur tækifæri til þess að lúpa með bakhönd en setur hún í netið. Þessi fer ekki alveg á borðið á Stellu. Vel staðsett þarna hjá KR. Og aftur, það er jafna, 4-4 staðan. Og Nefna setur vel í bakhundin á Guðrúnu þarna sem nær ekki að taka hann. Guðrún gefur upp, Stella potar og Aldís nær ekki að lúpa hann. Síðast þegar að liðin kepptu þá var það 3-1 fyrir Víkinga í tvíliðaleiknum. KR-ingarnir unnu þar. Nei, fyrir ekki, ég er að horfa hérna fyrri viðureign. Það var þegar að Aldís og Kristjana voru að spila saman. Þá voru það 3-1 fyrir Víkingana. Aldís og Arsól.
Það hefur verið 3-1 í báðum viðuregnum. Hó, flott stig. Vá, glæsilegt. Mikið af sóknum sem gengur þarna á milli. En Víkingastúlkur taka fyrstu lótuna samfærandi 11-5. Staðan er sem sagt svo að eins og ég sagði þá eru káringarnir aðeins búin að vera að blanda hverju að spila og síðast þegar liðin mættust í TBR þá kom Kristjana inn í tvíliðarleikinn með Aldísi þannig að þessi tvö pör eru ekki búin að mætast í deildinni áður í tvíliðarleik. Það var mjög sterk byrjun hjá Víkingum. Já, það er svolítið forvindilegt að skoða sko einmitt. Tími segir dómarinn. Og ljósmyndararnir tveir stilla sig inn á að taka flottar myndir. Ég hveti ykkur til þess að fara inn á Facebook síðu Borðtennissambandsins og sjá myndir úr úrslitum og undanúrslitum deildana sem þær eru komnar. Guðrún fagnar dátt, þær eru komnar á blað. Og falleg opnun hjá nefinu. Mikill þungi í henni og Aldís gat ekki varist. Stella sendir á Guðrún. Hvernig fannst þetta lúp? Þetta var alveg fallegt lúp. Akkurat. Þrjú, tvö. Guðrún á nefnu. Nefina staðsettur vel. En það gerir Aldís líka og Stella potar hann í netið. Aldís og Guðrún tala saman í handklæðapósinu sinni. Guðrún stappar ósátt með að hafa klúðrað þessu höggi. Aldís flippar og Guðrún nær ekki smásinu. Þá er jafnt. Góð uppgjöf fyrir Aldísi, Stella nær honum ekki. Og það heyrist vel í stúkunni. Káringar náttúrulega heimavelli. Allir boltar stuttir, þangað til Aldís lúpar þarna með forund frá bakendunni. Út á að ská. Aldís og nefina er nú að sækja mest af leikmennum í þessum leik. Og forundar upp Aldísar fyrir framhjá. Víkingar komnar yfir í þessari lótu. Þessi forundaropnir frá bakend gengur ekki. Víkings
Víkingskonur komnar yfir. Og Guðrún nær ekki flippinu. Víkingstelpur komnar í góða stöðu til þess að taka þessu lótu. Og það heldur áfram. Anna Forendalúf frá Aldísi sem ekki fer á borðið. Á borðið með þetta segir þjálfari Víkinga. Er þannig líklega að hvetja þær. Já, þarna náði Stella góðu blokki. Aukjöfina. Og það var nóg. Þarna tóku þær bara 60 í röð. Hún hefði mjög glöð að gefa Stellu 5. Heldur Víkingar sér að taka þennan leik? Á hvernig stendur núna þá já. Það eru 2-0 yfir. Hver veit, KR gæti komið tilbaka. Gæti vel gerst. En út af því að það skiptist alltaf á hvoru að spila hvernig í tvílega leik. Út af því að fyrsta lótan virtist henda Víkingum mjög vel, þá er það að fá hana aftur núna sömu uppstillingu. Þannig að það gæti verið gott fyrir þær. Það er mikil einbytting í loftinu. Nokkrar sekundur í viðbót. Já, tími kallar dómarinn. Ég er vissum að leikmenn myndi vilja vera í 3 mínútur frekar en eina að ræða hvað á að gera næst. Koma svo, segir Norby þjálfari. Og Nefina byrjar á krafti. Neglir bolta sem var aðeins og langur og snúningslítill. Það eru öruggast að halda honum stuttum og lágum ef leikmenn geta. Og Víkingskonur fá 2-0. Stella gerir fallega bakhönd sem kemur ekki tilbaka. Guðrún kemur káringum á blað. Hún fallir í bakhönd. Og það nýta handklæða pásuna. Þetta var dýrt. Guðrún setur uppgjöfuna ekki á borðið. Nú verða svart. Eða svart og rautt. Og káringar taka leikli. Það er eitthvað mikið að gerast til þess að það er komið tilbaka. Þetta lítur ekki vel fyrir KR. Nei, þetta lítur ekki vel fyrir þær. Þær eru ekki bakið þóttnar. Þær bera höfuð hátt og ræða hvað það ætla að gera. Gefa kranir 5, sína góða liðsheild.
Hannes yfirdómari stendur og hefur góða yfirsýn. Og Guðrún er að setja góðan foreldabolta í vasan. En foreldaflippið fer ekki á borðið hjá Aldísi. Nefna setur mjög gott pott utanlega fórhundinu á Guðrúnu sem nær ekki að skila. 9-2 er staðreynd. Og Nefna gerir þetta vel. Ó, nei! Eins og þetta var fallegt stig, þá var þetta ljótur endir. Stella sendir bolta í brúnina og Aldís dettur þegar hún fórnar sér og reynir að setja hann á borðið. Flott stig. Já. Margar sóknir og gekk lengi. Þetta var samfærandi tvíleiðileg sigur hjá Víkingskonum sem þurfa núna bara einn leiki viðbútt til þess að vinna. Þurfa bara að vinna annan af þeim tveimur sem eftir eru. Og staðan var 11-2 í síðustu lótu. Þá þarf Aldís að spila við Nefnu og Guðrún að spila við Stellu. Og við komum við strax aftur þegar að því kemur.
Þá eru Aldís og Nefina að gera sig tilbúnar að spila. Það er fyrri leikurinn sem gildir á þessum tveimur. Þannig að Aldís þarf að vinna hann og þyrfti þá að vinna Nefinu í fyrsta skipti til þess að KR-ingar eigi séns. Geggja bakendalúku Nefinu. Ríkjandi Íslandsmeistarinn ætlar sko ekki að slaka á í þessum leik. Það vilja verða Íslandsmeistarar kvenna 5. ári í röð sko. Fyrir Nefinu. Áfram KR heyrist á stúkunni. Það er mikilvægt að hvetja þeirra á móti Blæs. Núll erum við að fara að fá 11-0 lotu hér í fyrstu deild kvenna. Það væri merkilegt. Nei, ekki þessi lota. Það sýndi Aldís loksins kraftana. 3 fastir í röð. Og opnar þarna laust með forhand sem að Nefina nær ekki að verjast. Stig í röð hjá Aldísi. En þarna rofnar röðin. Og Nefina vinnur fyrstu lótuna 11-5. Stella og Guðrún spila á meðan það er pása hjá Aldís og Nefinu og Stella byrjar yfir 3-2. Það er keppt í janúar og þá var það 8 lota sem að Stella vann 12-10. Það var mjög spennandi leikur. Nefina uppgjöf í þessari lotu 2. Hún er eins og á móti Guðrúnu ekki að endilega sækja á alla bolta
heldur spilaði yfirvegað, staðsetja vel og óhrætt við að leyfa andstæðingnum að byrja á undan að sækja. Hann eru varnar þættir í hennar spili og aldrei setur ekki við neinitið. Nefina gefur hálflanga uppgjöf sem Aldís nær ekki að sækja á. Og sendur langa uppgjöf yst í bakundina sem Aldís kemur ekki varðið. Jafnar þannig 3-3. Þetta var mjög gáfulegt hjá henni. Teygir Aldísi fyrst í bakundina og svo alveg stuttan út af í fórhönd. Þá fær Aldís brúnabolta. Lúppi var fallegt en það fór í brúnuna og hún biðst afsökunar. Nefina er 6-4 yfir. Og Aldís nær fallegri opnun en Nefina blokkar af öryggi og hann er ekki að fylgja hann eftir í bolta 2. Stella tekur fallegar sóknir og jafnar í 9-9 stöðu í fyrstu lótunni hinum megin. Aldís tekur góða neglu. Jafnt 10-10. Nefina á 4 sénsa til að taka þessa lótu 2. Fyrsti séns dugir ekki. Og ekki annars sénsinn heldur. Aldís græður á netinu þarna. Hvað gera þeir? Aldís sendir fína langa undirstöðusuppgjöf en nær ekki opnurinn á borðið, hún fyrir netið og rétt framhjá. Þannig að Nefina þarf bara eina lótu til þess að tryggja Víkingum sigur. Og það heldur áfram að vera mjög jafnt í næsta leik. 12-12 staðan hjá Guðrúnu og Stellu. Þriðja lóta er byrjuð. Og það minnstur heldur áfram að Aldís er meira að sækja á, Nefina meira að verjast.
þarna færum brúnabolta. 2-2 staðan. Ætlum komið tilbaka eins í þessar lótu. Ekki með svona bakvönd. Þetta þarf að fara aðeins meira á borðið. Fjögur staðan. Fallegur sóknarleikur í Aldísi. Fimm. Kúlan kom inn á völlinn frá hinu borðinu. Þá stoppar stigið. Það er jafnt á báðum völlum. 5-5 og 3-3. Nefn að leikur sér svolítið að þessu. Verst af öryggi. Og þó þetta lítið afslappað út hjá henni þá sko ekki að vanmeta það að það er mikil hugsun sem fer í hvert högg. Og þjálfari tekur leikhlé. Nefn að það er ekki nema 3 stig til þess að tryggja Víkingskonum sigur. Sex hjá Guðrún og Stellu, þetta er spennandi. Aldís 6 ára forskotið. Þarna verst hún aðeins meira sjálf og potar nokkru á borðið. Nefn að gera góða uppgjöf og Aldís fellur í gildruna. Potið fyrir lengst upp í lofti. Hún er með góður uppgjöf Nefna. Nú þarf Nefna bara 1 stig. En fær það ekki. 10-8 er staðan og Aldís myndi tækifæri til þess að róa taugarnar, þurrka sér. Og Aldís heldur drauminum lifandi. En Nefna klárar þetta. 11-9.
og Víkingar eru deildameistarar, nei Íslandsmeistarar, kvenna auk þess að vera deildameistarar árið 2023. Til hamingju Víkingar. En hinn leikurinn er ennþá í gangi. Þar er staðan 1-1 og liðsmennir hvetja að sjálfsögðu liðsfélaga sinn áfram þar. Já, þetta var 5. titill Víkinga og mjög samfærandi tvíliðaleikurinn var þarna að skila miklu fyrir þær. Og Stella á uppgjöf í þessari 3. lotu. Og Guðrún byrjar að komast yfir. Bakendaloppið hittir ekki. Þrjú, tvö. Aftur breiði Guðrún og ég að senda langa uppgjöf í bakvendinum Stellu. Sex, fimm. Einbeitingin skín af stelpunum. Stella gefur góða langa uppgjöf. Fylgir svo eftir með bakendalöpið mjög aftarlega á borðið. Sérlega stutt móttaka hjá Guðrúnu. Vel hefnið. Og hún gerir góða uppgjöf. Kemst í 3 stiga forskot.
Ársæll þjálfari kemur kúlunum til Stellu. Og Guðrún tekur loki 3. Þarf eina í viðbót til þess að vinna þennan leik. En eins og ég sagði áðan, Stella vann í Ódalötu síðast þegar þær mættust. Krakkarnir í stúkunni eru mjög hressir. Dóttir formannsins á svæðinu og fleiri að leika saman. Fyrir þau sem voru að bætast við hérna í streyminu, þá segi ég að Víkingur er búinn að sigra þessa viðureign. En Guðrún og Stella spila síðasta leikinn upp á það hvort að lokaúrslit séu 3-2 eða 3-1, 4-1. Dómari kallar leikmenn aftur á borðinu. Bakhund sem fer ekki á borðið. Stella upp. Net. Endurtökum uppgjöf. Stella á uppgjöfina. Og falleg var hún. Smá yfirhliðarsnúningur í vasan. Stella dreifir þarna vel. Út af stuttur í forhönd sem að Guðrún nær ekki. Og Guðrún reynir að opna í forhönd en það tekst ekki þessu sinni. Hvor spáir að taka þessa lótu? Ég bara veit það ekki. Mér sýnist Stella að vera að hitta betur núna. Hún er búin að sýna mjög flott að takta. Guðrún hélt hún væri komið með þennan, en kúlan fór í netið út af. Við erum búin að fá nokkur mjög fín stig í þessum leik. Tvö og 9-2. Stella er að fara að taka þessa lótu.
Það er leikli, nei, ég meina lótuskipting. Stella tók svo lótu verulega samfærandi, 11-3, allt önnur útgáfa af henni en við erum búin að sjá í síðustu 3. Og þá er komin 8 lóta aftur. Þessi leikur gildir á styrkleikalistanum, þó hann gildi ekki til Íslandsmeistaratitils. Ég er mjög spennt að sjá hvort þeirra tekur þetta. Það er erfitt að vita núna. Guðrún var búin að vera afar samfærandi, en ég veit ekki alveg eftir þessa síðuslótu. Og Stella fer af stað. Glæsileg bolti og Stella þarna. Mjög samfærandi fórhund. Guðrún staðsetur hann vel. Vist í horni í bakhald. Og lúppar í vasanum í forundinu. Þá skipta þær helming því að þetta er 8 lóta. Og þegar fyrir leikmaður kemst upp í 5, þá verður að skipta. Þetta er ansi spennandi. Ársæll ætlar að róa taugarnar og ræða taktík því að hann tekur leikhlé. Guðrún var komin þarna á gott flug. Og mínútan er að klárast. Koma svo, segja káringar. Já, og Guðrún ætlar ekkert að slaka á. Þarna pressaði Stella hann fallaði með bakhandinni. Og næsta bakhand fyrir neti. Og Guðrún gefur upp. Og undirsonungurinn ræður ekki. Þangað til Guðrún opnar. En þegar Stella byrjar að sækja á móti, þá tekst það ekki alveg nógu vel. Guðrún gefur upp, stýrir þessu samfærandi og hann fer á endanum í neti. Þá getur hún klárað þennan leik.
þá er því lokið. 3-2 sigur fyrir Víkinga. Þetta var flott hjá þeim. Leikmenn þakka hver sem eru fyrir. Og Víkingar eru Íslandsmeistarar kvenna 5. árið í röð, takk fyrir. Og eru bara mjög rólegir yfir því. Þá fer að styttast í verðlaunaafhendinguna og við þökkum áhorfendum kærlega fyrir samfylgdina. Þetta var flottur kvennaleikur hér í dag og loka niðurstaða helgarinnar er að upp í aðra deild karla er Víkings C-liðið komið, upp í fyrstu deild karla er KRB-liðið komið og Íslandsmeistarar karla eru BH og Íslandsmeistarar kvenna eru Víkingar. Til hamingju Íslandsmeistarar og takk fyrir okkur. Takk fyrir okkur.